Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IA TV á þessu föstudags kvöldi. Örn Arnarsson heiti ég og heilsa fyrir hönd okkar IA TV manna. Það framundan leikur hér í lengjudeild kvenna IA gegn HK. Þetta bara, það að duga að drepast fyrir heimakonur, það verður bara að segjast eins og er. Þetta í rauninni svolítið leikur þar sem það þurfa í rauninni að skera úr hvorum megin það ætla að vera í fallbaráttu og það í rauninni styttra í fallbaráttuna heldur en í toppbaráttuna eins og staðan núna. IA situr í 7. sæti með 10 stig. Keflavík sem í 9. sæti sem efra fallsæti, þær eru með 7 þannig að það eru ekki nema 3 stig þarna á milli. Þó IA með örlítið betri markatölu. HK hins vegar situr í 4. sæti með 13 stig. Þannig að IA getur jafnaðara stigum hér í dag en HK-ingar hins vegar með 3 sigurleiki í röð. Á meðan að IA í síðustu 3 leikjum jafntefli sigur tap. Gróttu stúlkur hins vegar virðast vera svona að stinga af á toppnum. Sigurðu Haukar núna í þessari umferð slítur þar með 24 stig en það er í rauninni það er í rauninni erfitt að þetta má alveg halda að þetta sé nokkuð erfiður leikur fyrir Skagakonur því að það þarf að fara aftur til ársins 2021 til að finna sigurleik í deild hjá IA gegn HK og það var nú í kórnum. En til mér komin hér, Aron Ýmir Pétursson, velkomin. Þakka þér fyrir. Hörðu, ég var einmitt að fara yfir þetta þetta er svona pínu grínulið, þetta HK-lið virðist vera í kvennamegin, allavega í deild. Já. Við höfum ekki unnið, við höfum einu sinni unnið þar í deildarleik, í lengjudeildinni og það var eins og segi árið 2021, það var Erla Karitas Jóhannesdóttir sem skoraði sigurmarkið þar. Ég fór aðeins yfir það í rauninni, hvað maður að segja, þetta er svolítið að duga að drepast leikur fyrir IA. Ætlaðar að vera í efri hlutanum, ætlaðar að sogast í fallbaráttuna. Þetta er svolítið, ég upplifði þannig. Já, þetta er náttúrulega ótrúlega jöfn deild og eiginlega bara öll liðin sem einhvern veginn í 4. sæti og neðar eru bæði fallbarátta og toppbarátta á sama tíma. Þannig að eins og segi, þetta er mikilvæg leikur að því leitinu til að vita hvar þeir ætla að staðsetja sig og eins og segi, já, ég sá nú stóra hluta fyrirleik þessar liða í svona fyrstileikun á tímabilinu og það var fyrir auðvitað kannski fyrstu 10-15 þá varst mér nú Skagastelpurnar bara töluvert betri þannig að HK náttúrulega komist yfir frá 2-0 á bara fyrstu 10 minútunum eitthvað. Já, og eftir það tóku það bara alveg yfir leikin þannig að ég er bara mjög bjartsýnn að það haldi áfram og það verði bara svona leikmyndin í dag að við munum stjórna þessum leik. Já, við skulum sjá, hér sjáum við lið Skagamanna, Skagakvenna, númer 18 í markinu Mikaela Íster, númer 2 fyrirliðin Mattisson Schwarzenberger, númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 8 Lilja Björg Ólafsdóttir, númer 9 Erna Björt Elíasdóttir, númer 10 Sigrún Eva Sigurðardóttir, númer 11 Ísabel Jasmín Almarsdóttir, númer 14 Dagbjört Líf Guðmundsdóttir, númer 19 Alexa Maletis markahæsti leikmaður IA á þessu tímabili. Númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir og númer 26 Þorbjörg Jóna Garðarsdóttir sem skoraði mitt mark IA gegn Gróttu í síðustu umferð sem var í rauninni grátlegt að missa þann leik í rauninni niður var ekki sigurmarki í uppbótartíma? Jú, það var mjög grátlegt en mörguleiti fín frammistaða, hörkuleikur á móti liði sem í toppbaráttunni þannig að og eins og bara að maður horfir á þessu leiki, þetta er allt saman hörkuleikir sko. Varamenn Salka Hrafns Elvarsdóttir varamarkmaður nr. 1, síðan eru það hérna Tinna Björk Helgadóttir, Lilja Björk Gunnarsdóttir, Nadia Steinun Elíasdóttir, Bríet Sunna Gunnarsdóttir, Athena Líf Viljámsdóttir, Helen Ósk Einarsdóttir og þjálfarinn sjálfsögðu Skarphéðinn Magnússon. Þá var það lið HK-inga, Keili Bírmann í markinu nr. 1, nr. 5 Valgerður Lilja Arnarsdóttir sem fyrirliði, nr. 7 Emilía Lind Atladóttir, nr. 8 Karlotta Björk Andradóttir, nr. 14 Ísabel Rós Ragnarsdóttir, nr. 16 Kalli Togiai, nr. 19 Ragnhildur Sóley Jónasdóttir, nr. 22 Kristjana Ása Þórðardóttir, nr. 29 Telma Sól Óðinsdóttir, nr. 31 Alma Mathiesen
og númer 33 Klara Mist Karlsdóttir. Á bekknum Rakel Sara Ægisdóttir, varamarkmaður Henrietta Ágústsdóttir, Árbjörg Ynja Emilsdóttir, Freyja Dís Ingibergsdóttir, Birta Ísgerður Þorsteinsdóttir, Viktoría Von Fannarsdóttir og Eydís Helgadóttir og Andri Hjörvar Albertsson, þjálfari. Já, hvernig leggst þetta í þig? Herðu, þetta leggst bara vel í mig. Já. Já, hann bara, ég veit það fyrir víst að liðið er vel undirbúið fyrir leik, þannig að bara ekki spurning, bara keyra á þetta og taka 3 stig, sko. Klálega. Ég sýnist vera ný leikmaður þarna sem mun leiða liðið út í leik. Já. Þórdís Töll Þráinsdóttir, hún mun leiða Skagaliðið til leiks í þessum leik. Einmitt. Þetta var einmitt það sem ég bjóst nú við að verðandi meginmaður hennar myndi gera hérna í síðasta heimaleik hjá köllunum, en það varð ekki úr. Nei, það var nú eitthvað stutt á milli leikja þar, eða ekki. Það er erfitt að koma inn hjá fótboltamönnum að stekkja það á miðju sumri. Já, það er ekki auðvelt. En já, þetta er gaman að þessu. Hérna, það er eins og þú nefndir, það eru sennilega það er HM í gangi. Það er sennilega, ætli sé ekki margir heim í stofu með HM í sjónvarpinu, IATV, í iPadinu með símanum. Og búist við ekki við líka með því að það sé við séum með beinni líka í Finnlandi. Ég veit það. Já, þannig að við ekki að skila kveðju til Finnlands. Bara, einmitt, 4. flokkur, kall og kvenna, eldra ár, bara bestu kveðjur frá okkur og bara góða ferð heim á sunnudaginn. Já. Og eflaust verið mikið gaman þó að það hefði ringt aðeins á þau að hluta til. Já. En við erum félaginu til sóma, ég veit það. Algjörlega. Það er bara og staðið svo ótrúlega vel. Já. Og örugglega upplifun fyrir þetta unga krakka. Þetta er náttúrulega svona tilraunaverkefni, fyrsta skipti sem að farið út með þetta unga krakka. Já. Og ég þekkjandi það, verandi kennari, að þá veit ég alveg hvernig það getur verið að fara erlendis með hóp af unglingum. Það er alveg áhugavert. En búið að vera geggja hjá þeim. En já, það er, þannig að fylgir Gæsinni tölvörur hópur af áhorfendum hérna. Já, þetta er að koma. Já. Það er að þéttast hérna. Já, en ég vil sjá bara grimmar Skagakonur hérna strax frá byrjun. Það er ekki spurning. Og sjáum hérna, já. Það sé bara helgin undir í þessu það er bara föstudagur. Já, allar með kaffi í bollanum og svona eins og þetta á að vera. Já. En já, eins og komst inn á hann fyrri leikur liðana fór 3-1 fyrir HK og það var einmitt Togi Æ sem að skoraði 2 mörk bara á 3. og 7. mínútu. Erna Björk síðan minnkaði muninn úr vítaspyrnu 29. minn öll mörkin í fyrri hálfleikurunni. Henrietta Ágústsdóttir skoraði 3. og síðasta markið á 32. En eins og þú sagðir að þá var Skagaliðið í rauninni eftir þessar slöku byrjun bara í rauninni sterkari alni í þessum leika. Já, heldur betur hér. Og þá er allt til reiðu og það er HK sem að byrja með boltan. Það er Semir Slag Jannik sem að dæmir. Sigfús Kjallar Árnason og Daniel Örn Arnarsson eru aðstoðardómarar. Sama Dagbjörn Líf spilar hérna í hægri bakvarðarstöðunni. Sigrún Eva fyrir fram hana, 4-4-2 eða 4-4-1-1. Dagbjörn svo sem vanari að spila framar á vellinum. Já. Hún getur nú leyst alla stöður. Já. Þetta er svona
bolti hérna yfir Sigrún Eva. Nær hún að halda þessum inn á, þetta var sennilega snerting, nei, það var ekki snerting. Já, Sigrún hefur haldið að það hefði verið snerting hérna. Sennilega Valgerði en Isabel tilbaka á Þorbjörgu, Þorbjörg séðan þessur og hár. Það er rólega á stað hérna. Sá nú að kemur nokkuð bolti hérna fram. Skalið verst þessu vel. Sigrún. Tilbaka. Mikil barátta hérna. Karlotta. Hérna, fær stíðinni. Já, Bella kemur út með hann. Snögg sending hjá henni. Beint á Ölmu. Síðan tók í Dagbjörn. Reynsar þetta frá. Erna Björk gerir þetta vel. Og sparkað í andlitið á henni þarna. En verðist nú hafa sloppið með skrekkinn þarna. Það bara stilt upp, einhver útværsla. Ákveðnar í teignum og hér dauðafæri og Erna Björk Elíasdóttir að skora fyrsta marki hér. Nú það Skagaliðið sem byrjar eftir 3 mínútur. Erna Björk, þetta var svona markaskoraralegt svolítið. Þetta var skemmtileg útværsla ef við náum að sjá þetta eftir og sjá staðsetninguna á Selmu. Hvernig hún hleypur úr rangstöðunni og býr til. Hún endar fyrir utan tegna, við förum ekki alveg aðeins, það aðeins aftar en vel gert hjá Öbbu, mjög vel gert. Við getum örugglega fengið örlítið meiri tíma hérna á þetta. Það var bara að fylgja sér eftir. Já, frábært. Erna Björk Elíasdóttir sem skorar mark Skagafjarðar. Frábær byrjun. Þetta svona, við höfum ekki fengið svona draumabyrjun í rauninni sem ég man eftir í sumar. Nei. Frábært. Dagbjörn aftur. Tæft hérna, góð pressa hjá Hákavíngum. Dagbjörn losar þetta hérna inn í miðsvæðið. Ragnhildur í baráttunni. Já, fín barátta hérna. Alexa gerir þetta vel. Boltinn tilbaka á Mattisson. Já. Lilja Björk aftur á Mikaelu. Íster. Þorbjörg. Þorbjörg sé hann hérna út á kant, gengur ekki upp. Emilía Lind, boltinn berst til Telmu. Kristjana enda með hann hérna út til hægri. Mikilvægt að halda fókus hérna eftir markið. Selma selur sig aðeins hérna boltinn út í teginn og hann laus. En Emilía Lind náði ekki að stýra þessu hérna á markið. Boltinn sér aftur yfir og fjær. Emilía ennþá laus þar. Dagbjörn lokar á hana og Mikaela síðan hendur sér á þetta á endanum. Vel spilað. Mjög vel spilað. Já. Þetta var kannski ótímabær sending þarna. Já, hún hafði meiri tíma en hún
En hún hélt, hún Já. hefði tekið touch og komið sér bara inn í tegin. Já, köttaði yfir á hægri og Já. hún virtist hafa miklu meiri tíma en hún gerir sig grein fyrir þarna. En komist hann í góða stöðu. Já. Þorbjörg skalla frá. Já, Telma setur hann út til hægri. Klara með sendingunni yfir á Emilía fer yfir á hægri fótinn. Leggur þetta út hér á Ragnhildi, svo kemur skot hér. En það er vel yfir markið. Ágætis sóknir hérna hjá HK. Já, þeir eru að ná að færa boltan eða kantar á milli í breiddin hjá sér og fara að keyra á okkur einn á móti einum. Það er svona kannski eitthvað sem við þurfum að hafa varan á. Telma Sólveig þetta skot. Höfum það kalla ekki rétt. Magan, kannski. Já. Við kannski fáum að sjá aftur hérna. Já, það sjáum staðsendingunni á. Já. Þetta er beint af æfingarsvæðinu. En Erna Björk gerir þetta vel. Mjög vel. Bara fyrir fyrsta snertingin býr til í rauninni þetta skot, þennan skotvinkil. Já. Og greinlegt að Emilía þarf aðlendingu hérna. Þetta er eini leikurinn í lengjudeild kvenna í dag. Það voru 3 í gær eða ekki? Jú. Þar var það einmitt toppslagur þarna, Haukar Grótta, ég kom inn á það áðan. Grótta sigraði þann leik 2-1. Svo var út á landsbyggðinni, FHL sigraði Völsung 2-0 og Selfyssingar sem eru aldeilis komnir í gang. Unnu KR 2-1. Við sáum nú ekki mjög langt síðan við sáum Selfoss tapa hérna 5-1 hérna fyrir Skagaleiðinu. Þannig að það er eitthvað á uppleið þar. En Emilía hefur nú bara... Já, þetta hefur verið ágætis högg. Já, hún hefur fengið högg á höfuðið. Já, þetta er bara... Ekki nógu gott. Ég er ekki viss um að hún haldi áfram. Ég er fann að efast um það. Það lítur ekki vel út. Nei. Þórdís er að fara að halda áfram. En já, Emilía Lind stutt hérna að velli og já, mér sýnist þau bara að undirbúa skiptingu strax að þinnu með. Já. Já, það er bara skipting klár. Emilía Lind kemur að velli. Já. Og í hennar stað kemur leikmaður númer 27, Eydís Helgadóttir. Já, óskum henni Emilíu bara góðs gengis og góðs bata. Vonandi er þetta ekki alvarlegt, en höfuð þau geta verið hvimleið og erfið við að eiga. En það er hotspyrna sem að HK á hérna.
Tegin, Mikaela kemur út úr markinu, svo kemur skoti og Mikaela nær að verja það. Dauða færi. Já, vel varið hann í sinna skipti. Já. Sjáum þetta hérna, hún kemur út í tegin. Já. Og þetta skot hérna. Og hér hornspyrnan, seinni hornspyrnan komin. Eydís út í hornið á Karlóttu. Karlotta fer með hann á hægri, setur hann fyrir marki. Mattisson reynsar frá. Sigrún framlengir það. Erna Björk farið aðeins í bakki á henni þarna en ekki ólöglega. Eydís. Karlotta, Dagbjörk sterk hérna, skilir þessu. Vel gert. Góð vörn. Innkastið finnur ekki samherja. Telma skiptir yfir. Kristjana reynir sendingunni og tegin gengur ekki. Klara síðan langur bolti fram. Mattisson finna samherja, góðu snúningur hér. Finnur Sigrún Evu. Sigrún með reynir snúninginn. Bella tilbaka síðan á Mikaelu. Þetta er vel leyst. Já, mjög vel. Selma leysir hann á miðuna og gefur Kæju. Kæja langur fram. Klara skallar hann tilbaka. Ekki á hár. Og Skaginn á þetta innkast. Veit ekki alveg hvað Kristjana vildi fá hana. Hvort að niður fundist verið hrind. Já, mögulega. En það var ekki neitt. Alexis tilbaka. Boltinn laus hérna, Selma gerir þetta vel. Erna Björt tilbaka á Selmu. Selma lyftir þessi áttina að teignum en Valgerður kemur þessu á Tókjæ. Kemur síðan Karlotta á ferðinni hérna. Tapar boltanum. Sigrún. Þannig Alexis. Það var nú smá hik á Mikael Íster, var ekki viss hvort hún ætti að fara út í þennan. Tókjæ, gerður til Barnar, kemst í skotið og smá svona óðagott þarna, örlítið meiri tími sem hún hafði þarna, Dagbjört. Karlotta. Kemur skotið en beint á Mikaelu Íster. Við sættum okkur alveg við þetta. Það mér fannst það áhugavert þegar ég skoða þetta hérna fyrir leika að þessi lið hafa bara spilað held í 12 sinnum. Já. Þannig að kannski skýrist það stóru hluta því að HK var lengi vel í samstarfi við Víking og hétu þá HK Víkingur. Já. Ég man eftir að spilu gegn þeim. Já, tiltölulega nýtt félag bæði HK og Víkingur. Já. Víkingur hélt sætinu í lengjudeildina með minnir og HK byrjaði upp á nýtt í neðstu deild. Já. Lilja Björk, langur bolti fram. Beint á kollinn og Telmu. Selma síðan, Kæja sem að reynir að finna. Þetta er svona ekki kannski nógu markviss, kannski sóknar uppbygging hjá Skagaliðinu akkurat eins og er. Nei, maður sér það sem að þær er að reyna að gera þegar við horfum á hvernig Selma vinstri bakvörður staðsetur sig í spilinu, hvernig hún leysir oft inn á miðun og gefur þá Kæju eða Erlu Karitas alla breytina annars sjá það gerast. Trítla Selmun á miðun og gefur Kæju breytina með það að leiða ljósa að draga kannski bakvörðun út úr stöðu til þess að opna pláss aftur fyrir. Þannig að Eydís með Karlottu vinstra megin, finnur hana hér. Karlotta setur hann fyrir, Þorbjörg skallar frá. Aftur á Eydísi sem að setur hann yfir á fjær en þar er engin hugmynd. 15 mínútur liðnar. Mark Ernu Bjartar Elíasdóttur skilur liðin að á 3. mínútu. Lilja á Mikaelu. Þarna er gert og spila flott. Út á Lilju
Lilja síðan setur hann út af. Selma hreinsar frá, þær ná ekki að koma þessu langt en Alexis gerir þetta skemmtilega hérna. Erna Björk nær hún að taka niður, gerir það. Setur hann síðan hérna fram. Sigrún Eva í baráttunni, góð vörn hjá Valgerði. Bolti síðan hérna upp í hornið, þetta er of langt. Greinlegt er svo sem að skagaliðinu er í rauninni þannig séð alveg sama það að HK sé með boltan og sé að sækja og þær vilja það bara kannski breyka á þær í staðinn. Líður fínt bara með það fyrir fram að sig einhvern veginn og já, er að verjast á bara mjög vel á síðasta þriðjungi. Líka þetta fróðilegt að sjá hvort það sé að fara að þú sér að HK stígur hátt upp í pressu, bara maður mann pressu. Já, það er fróðilegt að sjá hvort það muni halda áfram að reyna að spila út úr þessum markspyrnum. Já, þær eru að pressa mjög hátt, HK. En ekki það, ég er mjög hrifinn að þeirra lið reyna að hafa hugrekki í það að spila í gegnum hana því að ávinningurinn er svo mikill ef þú kemst í gegn. Einmitt. Mikaela grípur þennan auðveldlega. Kemur háralangur fram, Sigrún nær ekki til hans. Alexis, mér finnst það snerting ekki nógu góð. Sigrún hins vegar tekur frákastið. Erna Björk aftur á Sigrúnu. Sigrún finnur Ernu Björk aftur úti hægra megin. Nær hann þessu fyrir, gerir það og vinnur hornspyrnu. Frábærlega gert. Gott spil hjá þeim Sigrún og Ebbu. Þá er það Lilja Björk sem að kemur með sinn eitraða vinstri fót. Kemur spyrnan inn á fjær og Mattisson hérna á auðum sjó. Mattisson Brúk Schwarzenberger hérna hefði maður nú viljað sjá hann að stýra þessu á ramman. Virtist hafa, sérðu hún er alein. Losa sig við mannin sem mjög auðvöldlega. En já, hætta upp úr þessi ekki farinn, nei, það er HK sem á þetta engast. Já, skal inn á þetta. Björn fram á Ernu Björn sem hann er að framlengja hann. Erna Björn vinnur hann aftur. Aðþrengt þarna, alltaf ekki út af. Pressa. Dagbjörn vinnur hann fyrir Ía. Langur fram, Valgerður skallar hann beint á Sigrúnu. Sigrún séðan finnur Erlu Karítas sem að finnur Alexis eða hvað, nei, Valgerður stígur hana vel út. Það er að koma svona aðeins meira jafnvægi í þetta eftir að HK hafi kannski aðeins haft yfirhöndina síðustu mínútur. Sammála því. Kemur langur bolti fram.
Þorbjörg ákveður að setja hann bara út af. Eydís fær hann aftur hérna. Skemmtilega gert hjá Eydísi. En sendingin hérna ekki nákvæm. Erla Björk kemur svo á Alexis Sigrún. Langur síðan fram. Erla Karítas. Góð vörn hjá Klöru. Vilja Skagakonu fá hendi en fá ekki. Eydís langur fram og þetta brot hér. Já, ég held að þetta sé rétt. Tók ég hérna Þorbjörg fer þéttingsfast í bakið á henni. Já, hún framverðin hjá HK stoppa líka og bara býður henni eftir snertingunni. Snöggar að taka þetta hérna. Karlotta með boltan fyrir Mattisson, kemur sér frá ekki langt. Kemur síðan boltinn inn á fjær hérna frá Isabel Rós. En sem betur fyrir Skagalið, kannski var engin sóknarmaður hana. Já, þær alveg að fá einhver stöður og eitthvað í kringum tegin en þá eftir að fá eitthvað alvöru færi. Fyrir utan kannski hérna þegar að hún fylgdi eftir þegar markmaðurinn misti boltan. Það er kannski svona eina alvöru færi sem að fengið. Já. Náum, það hefur ekki gengið neitt rosalega vel að spila út úr. Það væri kannski gaman að sjá þær kannski henda í tvö skipti. Það hrista aðeins upp í þessu. Já. Hérna kannski bara einn langan, líka til þess að aðeins að fá þær út úr hérna þessum pressu hugsunarhætti. Það alveg fastar, gera hann vel sko. Vel gert hjá Karlottu hérna, en aukaspyrna dæmd hér á Dagbjörtu. Þessi var í ódýrari kantinum. Já. Það Eydís sem að setur þetta hérna í áttategnum. Okay. Skallar þetta áfram en beint á Selmu Dögg. Erna Björt. Nær ekki að finna Alexis þarna. Lilja langur fram. Smá vandræðagangur hérna. Sigrún lyftir þessu inn fyrir. Alexis eldir. Þetta aðeins svo framalega fyrir hana. Og Bírmann í markinu. Grípur þetta. Langur bolti fram, Lilja Björg sterk hana. En boltinn er þá í leik. Skipting þessi beint á Dagbjörtu. Dagbjörn þegar bara getur tekið hann niður hana. Og Karlotta. En það með hann inn á tegin. Þorbjörn er að koma sér frá. Alexis framlengir á Erni Björn. Sigrún. Nær Kaja að taka hennar með sér? Nei. Thelma Sól kemst í hann. Þessi bolti, já, Mikael er svo sem alltaf með það. Já. Þorbjörgur á Lilju. Lilja langur fram á Alexis, frábær sending. Alexis nær ekki að taka hann almennilega niður. Eru búin að skipta um stöður þegar hún og Isabel Rós. Boltinn yfir á fjær, Dagbjörn skalla frá, Lilja líka. Isabel langur fram. Erna Björn nær ekki að taka hann niður. Ég var til að sjá örlítið meiri ró á boltanum, sem svo hérna, við þurfum ekki þetta strax. Finnum stuttusendinguna bara líka ef hún er í boði, sko. Þetta getur bara verið svo lýjandi að vera bara að bíða og spila vörn allan tíman.
af því að það er fótbolti í þessu skali, við höfum margótt Já, séð það það. er ekki spurning. Og ég held að sko líka bara það er svo mikið tækifæri að á sóknarstöðu ef að fyrsta sendingin er Frábærlega gert hérna hjá Isabel Rós og markvarslan frábær. já, vel varið. Sjáum þetta Sirius að takta hérna, virkilega skemmtilega gert og skotið síðan hérna frá Ölmu Matthíasen. Sennilega besta færi HK hingað til eða hvað? Já, allavega svona hættulegasta. Já. Sigrún framlengir þetta, finnur ekki samherja. Valgerður í smá vandræðum. Alexis. Ekki alveg hvað hún var að reyna þarna, hvort hún var að reyna sendingu eða skot. Eins og ég segi, vantar aðeins meiri ró. Já, það er að standa varnarleikinn að stóru hluta bara vel. Já, Og hérna, það var bara næst að skrifa að gera eitthvað í boltan hér við vinnum hann. nákvæmlega. Sjá nefnilega að í rauninni þegar að HK með boltan þá var það jafnvel sko einar 4 hérna í svona sóknarlínu þegar að þær eru með boltan Já. og þá eru þær mjög mikið framalega hérna. Carlota tilbaka á Eidísi. Eidís, þessi sending út af. Kast þarna Sigrún framlengir. Það er ekki að hitta samherja. Carlota heldur þessum inn á, frábærlega gert. Og broti hér á Ölmu Matthíasen. Ekkert spjald hins vegar. Nei. En við sjáum bara þessa sendingu hjá henni Carlottu þegar hún vann boltan. Beint á milli á samherja. Skiptir svo miklu máli þegar við vinnum boltan að finna næsta sending sé á samherja. Til þess að geta farið í sóknarstöðu. Eidís lyftur þessu inn á teiginn. Góð Frábær vörn, vörn hjá frábær vörn. Lilju. Það sá maður hún beitti nú styrknum hana sem hún hefði fram yfir Ölmu. Já, nú fáum við langan. Aðeins að létta á þessu. Það var líka fyrsti og annar bolti koma svo út til vinstri. Fyrsti boltin er HK, annar boltin er HK, þriði boltin er HK. En Alma. Fín vörn hjá Mattisson hérna og brotið hérna. Það er réttur dómur held ég. Já, bara ekki spurning. Góð vörn og vel gert. Kali Queen tók í æ. Braut á henni. Mattisson hérna. Er að detta í hálftíma leik. Rétt rúmlega vatnspásu. Já. Hvað heldur þér sé langt þangað til að það verður komið út um allt? Mörguleiti áhugavert en ég vona að þetta verði ekki komið til að vera þarna. Nei, nei. Þetta er náttúrulega bara tilraun til þess að gera þetta fjögra leikluta íþrótt. Kostendur þurfa að fá sitt pláss. Það er bara þannig. Ingimar Elín gæti hérna þulið upp hérna helstu styrktaraðilar. Jæja, en herðu við skoruðum eftir fastleikadriði. Það er ekki spurning. Áðan, sjáum að Selma byrjar aftur hérna í rangstöðunni. Kemur út Lilja með hann inn á teginn. Isabel missir hann yfir sig hérna. Isabel síðan í skotið og það er framhjá. Allan tíman framhjá. En við erum að ná að skapa hættu. Já, það kemur alltaf eitthvað svona, eitthvað kaos. Já. En Isabel er í rauninni ágæti stöðu þarna. Skæn vinnur boltan aftur. Mattisson tilbaka á Bellu. Hún út á Erlu Karitas. Hún með boltan inn á teiginn og Dagbjörn þarna
ekki mætt. Kemur Karlotta, Sigrún eltir hana. Þorbjörg síðan tekur við henni. Nei, þetta vel gert. Doggy tilbaka. Hörku fótboltaliðið þetta hákálið finnst mér. Já, bara þetta hörkuleikur. Já, Alexis vinnur boltan. Fer í árásina. Sendingin hérna, þetta var pínu þröngt hérna fyrir Ernu Björt. Erna vildi nú fá hann, sýndist mér hérna á bendingunum og hann hefði viljað fá hann beint út á. Og hér Alexis í skotið, hann á að koma sér frá Sigrún. Finnur Ernu Björt, finnur ekki Sigrún aftur en hugmyndin ágætt. Ég kalla hann alltaf Alexis, því að það er Alexa Maletis. Ég byrst afsökunar á því, Alexa mín. En Þorbjörg, Jóna Garðarsdóttir. Já, hann leikur hann. Það er áhyggjuefni fyrir Skagaliðið myndi ég segja. Já. En Sá ekki hvað gerðist, þetta greinilega eitthvað. Sko, mér finnst þá líklegt að ef að þarf að gera skiptingu að Selma Dögg myndi þá mögulega fara inn í hafsendinni eða jafnvel Mattisson myndi droppa niður. Og þá gæti komið í staðinn Lilja Björk, Bríet Sunna, þær eru á miðjunni, Tinna Björk, jafnvel. Það er alltaf að gera einhverjar svona hrókeringar. Það er ekki engin hafsend á bekknum. Þá er ágætt að vera með leikmenn í liðinu sem að geta spila marga stöður. Ekki spurning. Sýnist nú Nadia Steinun vera að koma á bekkinn. Já, hún er að fara að gera sér tilbúna. (2010 módel? Já. Já, mér sýnist að öll að Þorbjörg Jóna sé ekki að fara að halda áfram. Nei. Og já, Nadia Steinun, þá er spurning á Mattisson væntanlega niður í hafsend. Hvort að Sigrún fer þá á miðuna, Nadia út á kant. Já, mjög líklegt. Eða Nadia frá mig með Ebbu og hún Alexa farið þá út á kantinn. Já. Já, það er bara, held ég bara staðfest mál. Hvort að skiptingi verður leið núna strax eða hvað? Já, hún var leið eftir höfuðhöggi strax áðan, þannig að það hlýtur bara að vera. Já, hann er að skrifa hana núna, hann er bara, já, Alexa fer neðar á miðuna, Sigrún í hóluna. Já, vonum að þetta sé ekki alvarlegt, sem er að hún allavega gengur tiltölulega óhölt. Þorbjörg og Nadia Steinun Elíasdóttir komin inn á. Hún fer upp á topp, virðist vera. Er Ebba komin hægra megin eða fyrir hún hægra megin Nadia? Sigrún reynir að finna samherja, þetta gengur ekki. Lilja skallar frá. Það er mjög fróðlegt að sjá að því að sko þetta er í raun og veru 4 breytingar í einni. Þú ert að færa kantmanninn á miðjunni, þú ert að færa 10-una aftur í 6-una og þú ert að færa 6-una í hafsendin. Þannig að þetta er svona, þetta er mikil hrókvering á einni skiptingu. Og þetta getur auðvitað haft, eins og þú varst búinn að koma inn á, að liðið búið að verjast í rauninni mjög vel. Og sérstaklega á síðasta þriðjungi að leiðu ferð að hræra í hafsenda og varnarlínuðinni í rauninni. Að þá, þú veist, það getur fyllt í ákveðinu vankvæði. Já, en við þurfum að sé maður til þessi hafsend áður. Algjörlega. Getur raun og veru spila allar stöðu, við höfum síðan að frammi, við höfum síðan á miðunni og í hafsend og stendur sér alltaf vel. Nadia gerir þetta vel hérna, Nadia frábælega spilað og sendingin fyrir aftan Sigrúnu þarna. Allt annað búið að vera
listilega vel gert hjá þeim systurum. Reykjum tilbaka, kemur hár bolti fram. Þetta eigum við að eiga. Mattisson skallar frá. Og Sigrún út á Nadíu sem eltir hérna varamennirnir Eydís og Nadia. Hjúmann finnur ekki samherja. Alexa fyrir á Ernu Björt. Erna Björt aftur á Alexu. Alexa komin í gegn. Alexa Maletti skorar frábær sókn. Þvílíkt spil hér. Við verðum að sjá vel aðdragandan að þessu. Já, þetta var mjög vel gert. Það er ekki Ebba sem að... Alexa með þetta mark hér á 37. mínútu. Þetta var ekkert, það var í rauninni ekkert búið að vera að gera sem að svona gaf það í skyn að það væri að koma mark. Við hefum nú þurft að sjá þetta lengra tilbaka en afgreiðslan algjörlega frábær. Virkilega gott. Já, þetta er óska staða sem að Skagaliðið komið í hér. Þetta er skot auðvelt fyrir Mikael í markinu. Já, nú er bara spurning hvort að þetta færir ekki bara Skagaliðinu bara ennþá meira sjálfstraust hér. Jó, ef ekki að hvetja til þess að reyna að keyra á þriðja marki fyrir hálfleik og málið dautt. Málið dautt, já. Ekki það, þó svo að kannski þeim vantar kannski róa boltan í ákveðnum mómentum, þá hefur þetta verið í rosalega góðu jafnvægi og svona lítið búið að vera opin færi. Já, svona margtilraunir HK af einhverju leyti skot fyrir utan. Já, með 8-9 manna blokk fyrir fram að sig, þannig að þetta er ekki eins og þeir séu búin að vera sundurspil okkur eða komast í einhverju döðafæri eftir döðafæri, sko. Þetta er bara búið mjög faglega gert. Og í rauninni þessar markvörslu sem að Mikael hefur þurft að koma með svona eru vörslu sem að maður myndi ætlast til þess að hún myndi verja. Já. Skilur, þetta er ekki einhver svona stórkostlegar, skiluru, hérna, já, undraverðar markvörslu, skulum við segja. En hún á þær til, við vitum það. Já, ekki spurning. Lilja lyftir þessu hérna fram á Kaju, Kajan er að taka niður, hérna. Hlaup hérna hjá Ísabel, en boltinn tilbaka á Mikaelu. Mikaela rófar þetta bara niður, yfir á Lilju. Lilja fer yfir á vinstri fótinn, lyftir þessu hérna upp í vinstra hornið. Erna Björt er þar. Einstaklega laginn við að finna svæðin sem boltinn er að koma úr vörninni. Alexa með skot hér. Þetta er bara beint framhjá, já. En fínasti sókn. Mjög fín sókn og bara Lilja úr Hafsveitum er að byrja í allar þessar sóknir. Hún er óbúslega örugg á boltanum og finnur oftar en ekki réttu sendingarleiðina, þannig að mjög impressed hana framistöðu hérna fyrstu 40 mínútur. Bæði varnarlega og sóknarlega. Sigrún tekur það niður. Dagbjört framalega þarna. Já. Hún átt á vinstri kanti. Einhver svona hérna frjálsri stöðu svolítið núna. Kaja tekur það niður. Sendingin fyrir aftan Ernu Björt. En það leika svona með meira einhvern veginn svona frelsi og svona, hvað maður að segja, svona það er einhver svona neisti finnst mér í spilinu hjá Skagaliðinu núna. Sem að var ekki hérna á Sigrún Dauðlangar í skoti, lætur vaða Sigrún Eva Sigurðardóttir. Þvílíkt skot. Þessi var ekki langt framjá. Nei.
Það er síðan að segja, þú veist, þetta er eitthvað svona sem að maður hefði ekki séð á fyrstu 20 mínútunum þegar liðið var einhvern veginn bara svolítið í því bara að verjast og reynsa boltan í burtu. Þetta er svona mjög jákvætt. Já, það er komið skemmtilegt flæði í þetta, sóknarlega núna. Bara halda því áfram. Já, en án þess þó að... Já, það er aldrei afsláttur á varnarleik. Nei, kemur langur bolti. Það er orðið kannski bara pínu svona fátt hugmyndir kannski. En hálfleiksræðan er væntanlega hérna að verða til akkurat núna hjá þjálfara HK sem að Andri mun örugglega finna einhverjar lausnir til þess að prófa að rjúfa þessa vörn skagaliðsins. Ragnhildur tilbaka að þessi sending frá Valgerði út af kastar þessu beint á mótherja. Alexa gerir þetta vel. Karlotta inn á miðsvæðið. Fær hann aftur. Tegna tilbaka á Klöru. Klara yfir á Kristjánu. Það er bara allt lokað. Já. Klara reynir þá á endanum langan beint á kollin á Mattisson sem finnur Alexa fram á Sigrúnu. Nadia í hlaupið, nú kemur sendingin. Nadia nær ekki þessum bolta. Boltinn tilbaka á Bírmann. Og Skaginn vinnur boltan. Dagbjört á Nadiu. Nadia nær hann að snúa, koma sér í skotið. Nei, finnur Kæju hins vegar. Fær hann aftur. Nadia í skotið, já, ágætis hugmynd. Bara, ég held að Skarpi hljóti að vera bara nokkuð sáttur með sitt lið þessa stundina. Vantaði í rauninni bara smá svona samfæringu. Það er ekki að hitta boltan nógu vel. Nadia, hinn unga. Eydís tilbaka á Valgerði. Það verður nú væntanlega nokkrum mínútum bætt við, myndi ég halda. Já, 3-4 myndum að giska. Miðað við þessi 2 meiðsli sem hafa komið. Já, þegar Emilía Lind meiddist, það var nú töluvert bið þá. Frábær vörn hjá Mattisson, Erna Björt. En einu sinni rétt staðsett. Nú er maður fann að þekkja Ernu Björt, finnur Nadiu. Sér líka stóri muni núna þegar við vinnum boltana þá er undantekningarlaust náum við að halda honum og við náum að finna samherja og það léttir bara svo mikið á. Já. Og það er svona Klara kemur upp með boltan. Þá er bara leið 1 beint á brotið þarna verðist vera á Lilju Björg, ekkert dæmt hins vegar. Hér kemur frábært mark! Mér fannst nú reyndar, ég skil reiðina, mér fannst vera brotið á Lilju í aðdraganda marksins. Já, ég miðað líka bara við fordæmi sem er bara, miðað við hvað er búið að gerast í leiknum. Var þetta Alma Matthísen sem að skoraði markið? Mér sýndist það, já. En ég skil. Já. Sjáum þetta aftur hérna. Vantar aðeins, við erum að skoða það betur á eftir. Aðeins lengra fram í tíman, en þessi afgreiðsla er alveg stórkostleg. Já, mér langar samt að við sem varnarmaður að bakka inn í teig er alltaf hættuleg. Þá er við reyna að mæta sóknarmönnum áður en hún kemur dribla inn í teig. En ef við getum fengið að sjá þetta aðeins lengra. Ég er klár með það hérna eftir. Held ég geti alveg lofað þér.
Skoðum þetta hérna þegar að flauta verður til hálfleiks. En kemur HK algjörlega inn í þennan leik. Markið reynilega bara á algjörlega undir lok venjulegs leiktíma í fyrri hálfleik hérna. Eidís er ná tegi inn. En núna er bara mikilvægt einmitt að spila ekki, að fara bara að finna þetta flæði fljótt aftur sem var í stöðunni 2-0. Kemur langur fram, aftur farið í, núna ekki dæmt, jú. Seint og síðan meir og nú maður heyrir að menn eru ekkert alltaf sáttir hérna á varamannabekknum. Ég fékk allan einhver á bekknum spjald þegar að við skoruðum marki. Er þetta endursýningin? Þetta er, já, núna og þessu atviki hér kemur hérna, það er keyrt inn í hliðina og rekst. Þetta er bara aukaspyrna. Já. Og það er Lilja sem að tekur þessa spyrnu lang fram en Eidís skallar þetta út af. Dagbjört á Sigrúnu, nær að snúa, finnur Erlu Karítas sem tekur vel á móti boltanum hérna. Sendingin á Ernu Björt ekki alveg nógu nákvæm. Og Alma gerir þetta virkilega vel. Kristjana, þetta er vel spilað hjá HK hérna, en skalið verst vel. Sigrún tilbaka á Dagbjörtu, Dagbjört aðþrengd núna, missi boltan. Ísabel beint í Mattisson, Karlotta síðan í skotið þar yfir markið. Sjáum þetta aftur hérna, Dagbjört hérna í rauninni stálheppin að varð ekki meira úr þessu. Vel gert. Ragnhildur, Karlotta með sendinguna í gegn aðeins og framalega. Þetta var Alma mætt aftur. Já. Búin að vera spræk hérna. Já, svona flæðið á milli þeirra það er að sækja framherjans og hann er Ölmu sem að skiptum stöðu reglulega. Sigrún Greina mjög góðar einn á mótinu. Fleita þess áfram. Nadia, frábærlega gert, brotið á Nadia í steinunni hérna. Vel gert. Og aukaspyrna hérna á fínu stað. Það er Lilja Björg sem að tekur þetta. Þetta hlýtur að vera bara síðasta sóknin í hálfleiknum, myndi ég að halda. Það er búið að koma hætta úr öllum okkar fyrstu leikatriðum, þannig að Einmitt. Menn er að þráast við hérna að setja HK-markið eins og er á leiklukkuna í höllinni. já. Eitthvað svona kannski Borgarlega borgaralega óvinni. Það er spurning hver ber ábyrgð á því, hvort það sé þeir á bekknum eða Ingimar eða Salvar eða eitthvað. Kemur Lilja með spyrnuna Frábærir inn á boltar. punktinn, skallar frá. Alexa tæft þarna, Alexa missi boltan, Alma Mattissen, það eru 2-2 hérna, Sigrún Eva brýtur á henni hérna, en hann er bara búinn að ákveða að flauta þetta af. Það er sennilega málið. Herðu, við held að við bara byrjum bara á að rifja upp þessi mörk hérna. Byrjum við á 3. mínútu þegar að Erna Björt Elíasdóttir skoraði fyrsta mark Skagans. Þetta er nánast bara þegar klukkan slær, 3 mínútur nánast. Kemur sendingin hérna inn á teginn, mikill hamagangur og Erna Björt eins og gammur þarna. Hirðir boltan upp og stýrir honum í netið. Síðan var það Alexa Vallettis sem að
eftir frábæran samleik hérna Björn með Geðveikt frábæra touch. sendingu. Já, þetta er skemmtilegt. Bara virkilega vel gert og það er spurning hvort að ég hef náð að stilla þetta rétt hérna að við fáum aðdragandan, nei, við náum því ekki en þessi afgreiðsla hjá, nei, ég er sammálaði með þarna, það er verið að hleypinni allt og mikið, bara í árásina fyrr, þú vilt ég vil sjá það að byrja að verjast fyrir utan teigina, því leiður komin inn í teig þá ertu orðin svo limitaður á, þú mátt ekki setja löppinu út og allt klaps getur enda bara í víti, þannig að reyna að mæta þeim fyrr. Já, og taka raunin sénsinn frekar þá á snertingu þar. Já, frekar og vera bara aðeins aggressívar að stíga út á móti. Einmitt. En staðan 2-1 fyrir IA í hálfleik, já, ef að eitthvað verður eins og fyrirleikurliðana, þá voru öll mörkin í fyrirleik, við myndum alveg setja okkur við það. Já, heimamenn. Ég myndi vilja fá samt 1-2 mörk frá okkur viðbót, en fínn fyrirleikur, enga síður. Já, algjörlega. Við munum taka okkur hlé hérna og komum aftur með sérhálfleik eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
komið sæl aftur áhorfendur góðir, velkomin að skjánum á ný. Það skipting hjá HK, við þurfum nú að finna út úr því hver fór af velli, en ég ætla nú samt að staðfesta eitt hérna áður en að lengra haldið. Ég verð að gera, ég bara finn mig knúin til þess að það cirka bát svona. Nei, þetta ekki rétt. Nei. Þetta ekki rétt, ég átti eftir að gera svona. Þarna kemur það. Já. Það var Skarpi Magnússon sem fekk gula spjaldið eftir að Alma skoraði mark HK. Við vorum búin að finna út úr því og sýndum það hérna, ef einhver var með kveikt á skjánum í hálfleik, að það var svona að okkar mati nokkuð augljós aukaspyrna í aðdraganda marksins. Sérstaklega í ljósi línuna sem hefur verið í leiknum, að þá var þetta bara púra aukaspyrna. Já, sérðu, hvar kemur hún inn á? Nú þurfum við að finna út úr því hver fer af velli. Hún er 21, ekki fór 80s aftur út af. Mér sýnist það. Sýnist það? Það virðist vera að 80s Helgadóttir hafi farið af velli og í hennar stað kemur leikmaður nr. 21 Freyja Dís. Ég get ekki betur séð. Nei, hún fer allavega í vinstri bakvörðinn, þannig að Já, þetta er Carlotta, þannig að þetta er þá koma HK-ingar. Það byrja hérna fulli. Alma ekki, hún hleypir inn allt og nálægt markinu. Selma Dögg, Alma með boltan fastan fyrir og þetta er stórhætta við mark Ía. Já, þetta er eiginlega ekki nógu gott. Sjáum hérna í rauninni hvað það er rauninni Selma sem býr til þetta færi og þarna erum við bara stálheppin. Það vantar líka reyndar, það vantar alveg hjálpavörð til þess að hún geti lyft sér að stíga framar og mæta, þannig að þetta er nauðvörn hérna í upphafi. HK ætla greinilega hafi verið upplagið í hálfleiknum að bara, heyrðu, við þurfum bara jafna þetta bara strax og reyna að slá heimaliðið út af laginu. Alexa á Sigrúnu, Sigrún út til hægri á Dagbjörtu. Dagbjört, frábær vörn hérna hjá Freyju. Tókæ, sendingin í gegn Alma, engin rangstaða og þetta skot er framhjá. Nú varð hún þetta. Það verið störa, það er allavega dæmt hotspyrna hér. Þvílík byrjun hjá HK hérna. Já, það verið full fljótar að bakka af þeim hérna sko. Það komur einhver tónlist hérna. Frábær sending. Já, mér sýnist hún. Ég get nú alveg trúa því hún sé aðeins fyrir innan. Já, en ekki dæmt hins vegar. Ég þykist nú vita að Skarpiðin hafa ekki lagt það upp að við myndum bara svona koma svona sultu slök inn í seinni hálfleikinn. Skaliði nær að reynsa þetta frá. Alexa í miklu kapphlaupi hérna. Alma vann boltan hérna. Mattisson skalla frá. Þú kallaðir eftir því hérna einmitt undir lok fyrirhálfleiksins að við þurfum að fá aftur inn þetta flæðið og sjálfstörristi sem að Skaliði var með í stöðunni 2-0. Það geti útheimt eitthvað smá átaka að endurheimta það eins og staðan er akkurat núna. Annars er Skaliði þannig skipað að í markinu Mikael Eister. Miðverðir núna Mattisson, Schwarzenberger og Lilja Björg Ólafsdóttir. Mattisson þurfti að koma þar inn í staðan fyrir Þorbjörgu Jónu. Í hægri bakvarðarstöðunni Dagbjört Líf, vinstri bakvarður Selma Dögg og á miðjunni eru núna Alexa Maletis og Sigrún Eva. Nei, Ísabel Jasmín seg og fyrir framan það er hins vegar Sigrún Eva, síðan er varamaðurinn Nadja Steinun og Erna Björt Elíasdóttir og Erla Karitas í fremstu vílínu hjá Ía, en aukaspyrna hérna sem að á svipuðum slóðum og það hafa verið
hættulegar aukaspyrnurnar og þessi föstu leikadrið hjá IA í leiknum. Það væri flott að fá mark núna. Það Nei, væri, ekki? já, Það væri væri einhvern veginn að taka því. þvert gegn gangi leiksins svona í Já. upphafi síðar hálfleiks en svoleiðis mörk eru líka bara fín. Já, þau Boltinn hafa inn á náttúrulega. teig. Erna Björt með blás Já. og boltinn laus í teignum þannig að koma þessu frá. En getur við ekki sagt það að bæði 2-0 marki á IA og 2-1 marki á HK hafi verið þvert gegn? Í rauninni, Gangi já, leiksins. já. Alexa vinnur innkast. Erna Björt færa hann aftur tilbaka á Selmu, Selma síðan með ekki alveg vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera þarna lið HK er þannig skipað í markinu er Keili Erin Bírmann. Aðri leikmenn eru Valgerður Lilja Arnarsdóttir, Emilía Lind Alladóttir, Karlotta. Emilía Lind er farin af velli, reyndar fór snemma af velli meidd. Karlotta Björk, Isabel Rós Ragnarsdóttir, Kalli Queen, Tóki Jæ, Ragnhildur Sóley Jónasdóttir, Kristjana Ása Þórðardóttir, Telma Sól Óðinsdóttir og Alma Mattísen og Klara Mist Karlsdóttir og síðan varamaðurinn Eydís Helgadóttir sem fór aftur af velli fyrir Freyju Dís Ingibergsdóttur. Kristjana vantar Dagbjört þessu fyrir sennilega aftur fyrir Alma tryggir það. Þjálfari Skagamanna Skarpi Magnússon og þjálfari HK Andri Hjörvar Albertsson svona fyrir þá sem voru að koma að skjánum. Það hefur einhvern veginn á tilfinninguna að Skaginn þurfi núna að standast hennan storm ef mögulegt er búið frábærlega varið hjá Mikaelu Íster. Bolti fram Sigrún í baráttunni Sigrún þetta var réttilega dæmd aukaspyrna þarna sjáum kannski aftur hérna færi sem að HK fékk hérna rétt í þessu eftir þetta hot frábær skalli þarna frá Ragnhildi Sóley sýndist mér aukaspyrna HK, skalla frá Nadia tekur frákastið Nadia stoppuð þarna og hún nælir sér hér í gult spjald þykir mér ansi líklegt jájá, réttilega dæmt gult spjald á Nadiu Þarna var nú einhver hrúa sem að féll við ekki hvort að það sést eitthvað við getum kannski séð þetta að hægist hér einhvern veginn eru ekki margar glufur eins og staðan er núna það er mikið að vera í leiknum Skaginn vinnur boltan Nadia á Ernu Björt fær hann aftur hérna þetta er erfitt Sigrún við erum bara grimmari núna HK stúlkur Erna Björt á undan í boltan hérna og hvað er dæmt? Held að það hefur dæmt aukaspyrnu á fyrra mómentið þarna. Þetta er hérna hér sjáum við þetta atvik inn í vítateignum það er hlaupa samherjar hérna já þetta var en aukaspyrna dæmd nei, þetta er Tóki Jæ vel gert hjá henni hótar skotinu, kemur svo með það hérna og dauða færi og Mikaela Íster
sem betur fer engin kraftur í þessu skoti. Enn og aftur bara mikil hætta við markið. Alma nær ekki eftir þetta frábæra skot sem hún skoraði úr fyrri leiknum, og hvað nú? Eru alltaf verða vitlaust Alexa á Erlu Caritas. Erla fer í árásina fyrir boltan með vinstri og boltinn laus í teignum. Bara Nadia Steinun þarna. Já, það er ágætt að fá smá svar frá heimakonum. Dagbjörn gerir þetta vel. Isabel Jasmín, skemmtilegur snúningur hjá henni. Herðir hann í boltan Carlotta gerir þetta vel. Boltinn inn á teiginn. Það er einhvern veginn alltaf verða vitlaust Já, mikið að gerast. Boltinn laus í teignum. Sendingin yfir á fjær. Isabel nær ekki valdi á þessum bolta. Og man ég ekkert eins og hvað ég að fara að sína aftur. Jú, það er færið hjá Ía. Erla Caritas með boltan. Já, Bírmann, hann slæra hann út í teiginn. Í rauninni heppinn hana. Já, við tölum það í fyrirháleika að okkur fannst Ía bara vera með kontról þegar það voru í varnarleiknum sínum með að fyrir fram að segja einhvern veginn, en núna bara þurfa að finna það aftur, bara taka stjórn á þessu. Já. Hvort sem það sé með boltan eða ekki með boltan. Já. Mér finnst eins og HK sé yfir á öllum sviðum. Já, þær hafa fundið einhver svör í rauninni við því að þær eru að komast í. Marki gefur líka alltaf, gefur alltaf búst. Nadia, ekki dæmt hér. Þar sjáum við hvað völlurinn er þurr. Alexa í baráttunni, frábælega gert hjá Alexu. Okay. Nadia komin í skotið hér í varnarmann, fær hann aftur í skotið og aftur í varnarmann og rekkur tilbaka á Bírmann í markinu. Já, þetta er örlítið betra svar frá Ía, en enga síður góð vörn hjá Dagbjörtu, hreinsar þetta frá. HK á innkastið. Það var hann að bíða eftir Mikellu, sýndist mér. Já. Lilja langur fram, en HK lesi þetta vel. Dagbjört í baráttunni. Alexa kemur og setur þetta upp í, út af eða hvað? Nei, upp í loft. Lesi hjá Dagbjörtu, Sigrún. Finnur Nadia með pláss núna. Nú þarf að fá eitthvað hlaup í kringum hana Nadia. Fer í árásina, reynir að finna systur sína í gegn. Erna Björt var í hlaupinu. Skæin á þetta eitthvað? Nei, Dagbjört setur hann út af. Það er að myndast svona aftur, svona einhverja stöður sem að Skagaliðið bara, það vantar svona heslumunn að ná að gera sér almennilega mat úr því. Já, við finnst nú eins og það þurfi ekki margar stöður eða mörg færi til þess að búa sér til mark í raun og veru. Svona Kristjana með sendinguna miðsvæði, Alexa mætt þar, setur hann inn í svæðið fyrir Ernu Björt. Erna Björt nær ekki til boltans, boltinn tilbaka á Bírmann. Langur fram hjá henni. Lilja Björg skallar, finnur Erlu Caritas. Kaja að þrengt Næra að halda honum Bella. Þetta er ekkert pláss sem hann hefur Og þá það er Isabel Rós í árásina. Mattisson, frábælega gert hjá Isabel.
en nær ekki að finna samherja þarna. Ragnhildur. Þarna gerðu vel, þarna mættu við henni áður en hún komst inn í teg. Hún fekk hjálpavörn í kringum sig. Klara. Já, nú róast þetta aðeins. Vel spilað. Alma Ekki komin inn á teiginn, leggur hann út, Carlotta í skotið en það fer í varnarmann. Og síðan í fangi á Mikael Íster. Langur bolti fram, beint á kollin á Ragnhildi. Brotið hér. Það er ekkert á þetta. Það voru í leiðinni í burtu. Lilja skiptir yfir en það er beint á Freyju. Carlotta á Isabel. Setur hann hana í Tokiai. Það er eitthvað sem segir mér að séu fleiri mörk í þessu leik en ég bara gerir mér ekki alveg grein fyrir hvorum megin. Nei. Það er þarna búin nóg aksjón þetta fyrsta korterið í seinni hálfleik. Hefur þú einhverjar sögur, einhverjar fréttir af henni Allý sem að er ekki ennþá farin að spila fyrir Skagalið? Mun hún ekki fá leikjamild með því að... Jú, hún mun bara kemur leikjamildu leið og félagsgetuklíkin opnar. Já, hann opnar hvenær? Hann opnar mér minnir að hann sé núna bara fljótlega í júlí. Já, var ekki 1. júlí sem að það gerist. Nei, og hún í raun og veru var lánuð í Fylki. Spilaði 2 leiki með þeim áður en hún fekk eitthvað smá oft en læri. Já. Og hefur ekki spilað með þeim síðan, en hún þeirra búast við henni bara í leikmannhópum leið og klukkin opnar. Já. Það er Alexa vantaði þarna bara aðeins. Finna samherja og fá hann aftur. En góðsprettur hjá hann einhvers vegar. Já, Allý, ég hef heyrt að hún ætti að styrkja þetta lið alveg helling. Já, hún er bara svona allt öðruvísi sóknarmaður heldur en þær sem eru fyrir. Og bara hún gefa liðinu aðeins öðruvísi vítt sóknarlega. Björn, innkast vantarlega á skæin þetta innkast. Já, við hljótum þetta innkast. Það er bara enginn búinn að dæma neitt. Nei. Já, ég er bara... Rekurinn er bara tilbaka. Það er svona eins og þegar maður dæmir í 7. flokki. Það veit allir hver á innkastið. Það bara býður maður eftir, ef maður ekki viss. Það býður bara að sjá hver allar að taka það. Það er bara, já, ok, áfram. Fyrstu sem næri boltan. Já, nákvæmlega. Alexa nær ekki að finna samherja. Lilja. Þessi sending var ekki lengur á, eins og maður segir. Þetta slapp til. Já. Þetta var einhvern fyrir aftan Sigrúnu. Kristjana tilbaka á Klöru. Tilbaka á Bírmann eða Bayerman, ég veit ekki alveg hvort maður á að segja. Bara Erin eða Keili. Já. Nei, ekki bara. Jó, þetta er einhver svona ávani hjá mér að nota eftirnöfn erlendra leikmanna nema þá kannski í heimaliðinu. Ég veit ekki. Þetta er eitthvað svona sem ég hef bitið í mig. En maður ætti kannski bara að nota skipnarnöfni, það er rétt. Skipta Nadia og Erla Karítas kant. Það er náttúrulega allt önnur dýnamík að vera með örfenda og vinstri kanti og réttfæta. Já, þá varstu komið breytt sig einhverju megin og í fyrirgjafarstöðu. Já, þetta var auðvelt fyrir HK að vinna þennan. Það voru 3 mann. Það er Ragnhildur tilbaka á Kristjönu.
Kristjana setur hann inn á teiginn Nei. og það er rangstæða Já, dæmt. flott. Já, en fín móttaka hana hjá Kali Queen. Þetta er miklu einfaldara svona. Já, Já. það er einhvern veginn, Það er bara svona virka teimi sko. Það er bara svoleiðis. Mikaela út til hægri og langt til hægri og út af. mér finnst svona eins og við höfum staðið af okkur þetta fyrsta áhlaup. Við höfum svona leikurinn aftur verið að jafnast út. Já, Og svona einhvern veginn að momentum sé svona já þessi ofsi sem að var í Já, hákáliðinu já, fyrstum já. 5-10 mínúturnar hann er svona, það var aðeins dregið úr honum. Já, En það líka kannski hefði fálið haldið úti því orkustíi mjög lengi en spila eins og tilbaka. ég segi, bara ná stjórn, Já, slaka á með boltan, verjast almennilega þá. Kristjana aftur tilbaka. Klara Ragnhildi. Kemur síðan langur bolti. Þetta er líkara því sem við sáum í fyrra. Fyrirháleik, já. Þetta er bara flott. Já, kemur svona óþolinmæði ekki örlítil. spurning. Og í þessu tilfellu náum við líka að verjast og loka sem þetta ná að skipta yfir, þannig að halda það með öðrum vallarhelmingnum, að einfalda varnarleikinn töluvert meira Já, og þá einmitt er þetta eini möguleikinn að setja hann aftur fyrir í beinni sendingu sem er alltaf erfið og tildur auðvelt að verjast. Mattisson setur hann fram beint á Valgerði. Skemmtilegur snúningur hjá Bellu, næri lendinu þarna eiginlega inn í Erlu Caritas. Geggjuð barátta, aukaspyrna dæmd síðan. Sýnist Aþena Líf Viljámsdóttir vera tilbúin að koma inn á Já, hjá IA. það var spurning fyrir hverja. Já, það er í rauninni það sem kemur til greina í mínum huga. Það er Erna Sigrún Kaja, einhver af þeim. Aþena, þetta var ódýr aukaspyrna fannst mér, en aukaspyrna engu að síður. Aþena Líf auðvitað bara svona er í rauninni sóknarmaður. Já. Hennar stöður eru einhver af þessum þremur fremstu. En þetta er stutt hérna og þetta er skemmtilega gert. Boltinn inn á teig hér, svo Isabel nær ekki að finna samherja, nú var Skalið að koma sér út úr þessu. Ragnhildur Alexa pressar á hana hérna. Alma með boltan komin inn á teiginn, kemst í skotið og aftur frábært mark og enn og aftur bakka þær frá henni. En virkilega frábært mark hér hjá Ölmu Mathiesen. Bæði það að bakka frá henni og síðan er þetta líka, þú veist, það vantar bara hjálpavörð. Hún getur farið hægra megin, hún getur farið vinstra megin og hún er hún er komin inn í teig, þannig að Það er Sigrún Eva sem að fer af velli. Sýnist mér. já, þetta er Og það var leikmaður númer 19 Ragnhildur Sóley Jónasdóttir sem skoraði mark Háka. Var þetta Ragnhildur sem skoraði? Nei, þetta var sama, þetta var Alma. Alma Mathiesen. Já, Já. Ná staðfestingu á þessu hér. Aþena Líf kemur inn fyrir Sigrún Evu. Hún kemur bara í hóluna, sýnist mér, í staðinn. Það var leikmaður númer 31 Alma Mattisson. Þarna kemur það. Þarna koma Ingimar Heli. já, hann Og þá er þetta bara
game on. Já. Já, hvert fer þessi leikur núna maður? Þetta er hérna... Já, nú er bara allt að vinna. Nú þurfum við að stíga aðeins framar og reyna að sækja henni leik. Já. Það er ekkert annað í boði. Og ég held að bæði lið gerir það. Ég held að 1 stig fyrir bæði lið gerir ekki neitt. Einmitt. Klara með langan fram, Carlotta reynir að finna Kalli finnur hana og boltinn síðan fyrir markið og ennur Alma Matthísen, boltinn ennþá laus í tegnum og hvað gerist hér? Já, hérna ég veit ekki hvert ég er að fara hérna með þetta. Ja, þetta er Hér er að sjáum hennan, þarna erum við stálheppin, þarna kemur sending og já. Fer þetta í Selmu. Hornið komið. Langur bolti fram nú. Sko málið er að auðvitað sko í þessari stöðu að þá mundi ég því miður alltaf svolítið veðja á liði sem eru ofar í töflunni sem er einhvern veginn með meira sjálfstraust. HK komið úr 3 sigurleikja hrinu meðan að skagaliðinu hefur gengið illa að ná í stig, skilurðu? Já, þá er ég að meina bara að hérna andlega hliðin sko það er svo hætt við því að skagaliðið verði hrætt við að tapa leiknum, skilurðu? Já, ég skil nákvæmlega en boltinn fyrir Tapjört. Við erum samt við glemma því að við erum inn í Akranesvellinu og það er ótrúlega orka sem er hérna inni. Já, klárlega. Það er að ýta liðinu ofar. Kemur langur bolti fram. Alma tekur hann niður. Löngsending fram. Matthísen með báðar hendur. Þetta var eins augljóst og það gat orðið eiginlega. Og aukaspyrna bara hérna á bara nokkuð hættulegum stað. Og meðan hún stilli upp aukaspyrnuna þá var ég beðinn um að skila kveðju. Já, það er hérna 4 ára dóttir mín er upp í Húsafelli að horfa. Jaha. Hún bara, ég ætla að skila kveðju á Tönjubjörg. Þá er það komið til skila? Þá er það komið til skila, já. Ég er búinn að halda áfram að horfa. Já. Þetta er svo heimilislegt hérna á IA-TV að hérna, þú veist, við tengjum fjölskyldur. Já, bara ekki spurning. Og hún hérna skulur reyndar ekkert fara út í það hvað klukkan er sko og sé ennþá vakandi en hún fær leyfi til að horfa á fótbolta. Það er svona kannski það liggur línan. Sem að varnarveggurinn er alveg glettilega nálagt. Já, hann er bara 7 metrum. Hann þarf að telja sýnist mér. Tíu jardar, eins og maður segir. Þessir 9 og 15. Já. Þetta 15 er mjög sérstakt. Já, ég held að þetta sé af því að þetta er í grunninn bresk mæleining. Þessi 10 jardar, sko. Ég held að það teljist sem 9 metrar og 15 sentimetrar. En HK halda áfram að pressa hérna á heima konur. Boltinn inn á tegin. Boltinn fyrir, beint í fangið á Mikael Íster. Nú þurfum við að fara að fá einhverja ógnanir frá skagaliðinu. Já. Erna Björt tekur hann niður. Vantar samherja. Finnur Dagbjörtu. Dagbjört fer á stað. En þarna er... Þarna finnst mér henni vanta bara einfallega sko möguleika til þess að senda bolta. Fleiri en 1 og fleiri en 2 helst sko. Í þessu tilfelli var Ebba í rauninu búin að fá boltan frem Athena, Nadia og Kaja voru allar. Alexa fer í skotið, beint á Bírmann.
Keili varði þetta nokkuð þægilega en engu síður. Eitt fyrir tölfræðina. XG-ið ríkur upp hér. Athena. Já, hún þarf að bregðast við þessu. Já. Alexa. Það er bara vinna tilbaka. Bella gerir það eða hvað? Nei. Það var bara gert hjá Ragnhildi. Klara langur bolti fram, beint á Lilju. Alexa. Tekur hann niður. Setur hann upp í svæðið. Vel varist hjá Freyju þarna. Mér finnst þið verjast flott þessum beinu löngu sendingum frá hafsendunum hjá þeim. Já, Athena finnur Kaju. Kaja nær hann að snúa, Þarna. togaði í hana hérna en hún komur upp að endamörkum, setur boltan fyrir markið! Erna Björn nær nánast að stýra honum á markið. Frábær sókn hins vegar hjá Ía. Sjáum hérna, fær Kaja boltan frá Athenu. Gerir þetta virkilega vel og hlaupið á nærstöngina. Þetta er bara hársbreidd. Fínt fyrir skaliðið að koma sér í svona stöðu. Eftir innan hamagang sem að búin að vera, fínt að sjá að við getum ennþá búið til færi hérna. Ísabel út á Kaja. Já, færin sem við komum með. Komin upp á endamörkum aftur, setur hann yfir á fjær. Þar er Nadia Steinun, nær ekki. Þetta var yfir allan pakkan. Nadia hefði kannski átt að reyna að gera betur hérna. Við meina 2 bestu færin okkar í seinni hálfleik hafa komið bara einfalt, beint upp bara upp vænginn og fyrirgjöf. Kaja einu sinni vinstra megin, einu sinni hægra megin. Hún koma með frábæra sendingar. Fín pressa núna. Háká leysir vel úr þessu. Alma. Klárlega maður leiksins í mínum huga. Alma Matthísen. Hingað til. Já, búin að vera virkilega spræk. Þetta er fínt. Þetta er bara... Við viljum þetta. Já, bara flott ef að hægri hafsendin hefðum alltaf að senda beina langa sendingar upp. Bara... Alma Matthísen er Stjörnu leikmaður. Nei, ég held að geta með þess að skroll bara lengra neðar. Já, ég held að þetta sé Grótta og KR. Grótta KR, einmitt. Grótta KR með viðkomu í Stjörnunni og FH. En í minningunni þá... 2003. Já, í minningunni var hún bara búin að klíma upp... Þetta var brjálæðislega góð björgun hjá var það Mikaela Ísler sem að bjargaði þessu. Sjáum þetta aftur hérna. Þessi sending. Herðu. Já, þetta var, mátti vart milli sjá sko. En HK-ingar enn að berjast, nei að sækja sig. Kemur skotið beint á Mikaelu. Það er bara allt að gerast hérna. Ég hef ekki undan. Ég er að reyna að búa til einhver endursýningar en ég veit ekki hvað. Og þetta var fleiri tæknum með það. Já, það væri ekki verra. Boltinn upp í Rjáður hérna. Miðjum vallarhelming Ía. Staðan 2-2, 12 mínútur eftir. Það var venjulega leiktíma tilbúin skipting. Mér sýnist Lilja Björk Unnarsdóttir vera að gera sig klára á bekknum. Og hér er rangstæða dæmd á Ragnhildi og þá kemur skiptingin. Og hver er það sem kemur að velli? Það er Ísabel Jasmín sem kemur að velli. Já, en Ebba er líka að fara út af. Nei, er hún ekki bara... Já, ok. Er þetta ekki Lilja Björk sem kemur inn?
nokkuð straight forward skipting þá endanlega. Þá koma HK-ingar, frábær sókn Ísabel út til hægri, þar Alma Matthísen. Alma komin upp að endamörkum, setur hann fastan fyrir, alveg yfir á fjær og í gegnum allan pakkan. Þar sem að Karlotta heldur honum inn í leik. Hún í árásina á Dagbjörtu. Frábær vörn hjá Dagbjörtu þarna. Og ég gerði breytingu á sínuliði, út af komin leikmann nummer 11, Ísabel Jasmín Almarsdóttir. Lilja Björk einmitt leikmaður sem við viljum koma í skotfæri einhvers staðar innan 30 metrana. Gríðarlega. Já, og líka annað sem hún getur gefið er ró á boltan. Hún mjög góð á boltan, góð að fá boltan í fætur og dreifa spil, þannig að Kana með boltan í höndunum, býður eftir að skalið, færi sig framar, þetta of hátt aftur. Þetta í annars skipti núna bara á mjög stuttum tíma. Já. Fáum við gott déjà vu moment hérna. Kemur hárboltinn á teginn, Mattisson skallar frá, þeir taka frákastið, en Lilja Björk gerir þetta vel. Boltinn tilbaka á Kristjánu, Kristjana hótar fyrirgjöfinni, hættir við, Alma séðan með hann, fastan yfir á fjær, Dagbjörk með frábæran varnarskalla þarna. 10 mínútur rétt það bil eftir. Karlotta komin inn á teginn, setur hann út í teginn. Lilja Björk hefur nú aðeins meiri tíma þarna. Og skalið að fylgja upp völlinn, fylgja með. Spurning með rangstöðu þarna, já. Flaggi fer á loft. Já, þetta var vel dæmt. Já, bara frábært dómgæsla. Já, beið. Lilja tekur þetta stutt, fær hann aftur. Frábær sending hérna, en varnarvinnan góð, Kristjánu. Býttu nú við Alma Matthísen hins vegar liggur eftir. Hvaða var sem gerðist þarna? Þetta var eitthvað í... Er það krampir hreinlega? Já, það er ekki... Það var ekki alvarlegra en það. Það er gott að... Það er ágætt. Enda búinn að hlaupa mikið í leiknum. Þannig að innkast bara hérna sem að skaða liðið á. Já. Lilja Björk ætlar að taka það. Heppa skotmarkið. Óheppin Erna Björk þarna. Já, bara stígu upp og pressum á. Já. Hvað er að gerast þarna? Vitlaust innkast. Já. Sjáum að HK-ingar klárar með skiptingu. Sýnist vera leikmann nummer 6, Henrietta Ágústsdóttir sem er að koma inn á. Lilja getur kastað langt og ekki síst hérna megin sem hún fær smá pláss til að hlaupa. Kemur með það hérna. Mæntalega kollin á Ernu Björk. Erna Björk, Klara skallar þetta frá.
Lilja kemur þessu aftur inn í tegin. Lilja Björk fær hann aftur. Reynir skotið, það í varnarmann. Það er ná að komast í frábær vörn þarna hjá Mattisson. Mikilvægt hjá henni þarna undan. Kali í boltan og setur hann síðan út af. Þá er spurning hvort það er skipting hjá... Nei. Nei, ekki ennþá. Alveg strax. Flautaði Flautaði þarna, já, vel gert. Tvöföld skipting hjá HK. Já, hvað? Já, en aukaspyrna væri rosalega fínt að fá mark hér. Já, það væri, það er sigurmark í þessu sko. Ég held að það sé. Það er Lilja Björk sem að tekur þessa spyrnu. Hár bolti inn á tegin. Freyja setur hann aftur fyrir. Vel gert. Það er Lilja sem að tekur hornið. Lilja búin að fara mikið með öðrum flokk núna í sumar. Búin að skora talsvert af mörkum. Kemur spyrna frá Lilju. Góð bolti. Boltinn berst aftur á Lilju eða aftur fyrir nei. Já, þetta er hot. Hotspyrna, önnur hotspyrna. Nú kemur þetta. Frábær bolti frá Lilju. Lilja aftur, betri bolti. Yfir á fjær. Það ná að koma svo frá. Aukaspyrna dæmt. Hvað er þetta að flauta? Þetta er bara, já, þetta er svona, oft finnst mér svona aukaspyrnur vera bara einhvern veginn eins og mér sé búin að ákveða pínu að er bara mikill pakkin í tegnum en eflaust hefur hann séð eitthvað sem við sáum ekki. Alma, góð snúningur í henni, setur hann inn fyrir Mikaela út úr markinu og er á undan. Kalli í boltan, hugurök hérna Mikaela Íster. Það þarf svo lítið til þess að þetta verði eitthvað allt annað heldur en að markmaðurinn endi með hann. Þetta var vítaspyrna, ekki dæmt þarna. Lilja Björk fær bara ekki aukaspyrnur. Skali stígur núna upp á móti og þarna er tvær í rangstöðu en gert tími. Dagbjörk fær hann aftur. Erla Karítas kemst fram hjá einni, frábær vörn hjá Valgerði. Fyrir liðin þarna, taka ábyrgð. Lilja Björk tilbaka á Dagbjörtu. Alexa, fyrsta snerting ekki góð. Lilja Björk nær Mikaela Íster ekki alveg með á nótunum þarna. Nei, þetta er aldrei. Nei, sko ég hefði haldið miklu frekar sóknarbrot. Já. Nadia fær hann hér. Nadia gerir vel. Tekið niður hérna af Kristjánu og réttilega dæmt aukaspyrna. Kom honum inn í teig. Það er enn bíða HK-ingar með skiptinguna. Það er endalaus föst leikatriði hérna sem að, býtum við, kemur hún. Það er Ragnhildur. Ragnhildur Sóley og í hennar stað er að koma leikmaður númer 6 held ég, Henrietta Ágústsdóttir. Ætla ég að leyfa mér að fullyrða. Og þá er það Lilja Björk með enn eina aukaspyrnuna hérna. Fastur bolti inn á tegin. Ná að skalla þetta frá. Hver tekur frákastið? Hver önnur en Alma Matthisen? Alma tilbaka. Kristjana. Beint á kollin á Selmu. Erla Karítas með tíma hérna. Finnur Lilju Björk. Spila, fín. Já, Nadia fer á vinstri. Nadia komin hérna í fyrirgjáðstöðu. Setur hann fyrir og aftur! Er það Erna Björn systir hennar sem að nær ekki að stýra þess á markið. En þetta er gott færi, sérðu. Þetta er frábært færi.
Nadia gerir hárrétt hérna. Þetta er dauða færi. Erna Björt hefur bara þurft að setja fullan kraft í þennan skalla. Frábærlega gert til Karlóttu hér. Karlótta nálgast vítateiginn, setur hann inn á teig. Selma Dögg spilar það rétt staðar hérna. Og Alexa komin tilbaka til að hjálpa til hér. Frábærlega gert Alexa Mannlettis hérna ennþá með boltan. Vel gert. Finnur Athena, missir hann frá sér. Og frábær sprettur hjá Alexu hérna. Venjulegur leiktími að renna út hérna. Lilja, Selma, finnur Nadia. Alltaf bara fram hjá Kristjáni eða hvað? Já, fara á. Alexa með henni hérna á miðjunni. Alexa fær hann. Fer á hægri fótinn. Alexa með Kæju úti hægra megin. Dagbjört með henni hér. Dagbjört út á Erlu Karitas. Erla Karitas nær ekki að finna Alexu. Hún er aðþrengt hér. Frábærlega gert hjá Kæju hérna. Lilja Björg undir pressu. Langur bolti fram, beint á Telmu, Sól. Af skagaliðinu, Aron, Já. hver myndirðu segja hafi staðið sig best? Sko, Ebba mark, stóðsetting. Loka hana, Selma og frábærlega varið Mikaela Ester. Mikaela líka, hún standi sig mjög vel, en ég held að það er erfitt að líta fram hjá mark og stóðsendingu. Já, það er það sem að sóknarmennirnir hafa fram með þér, það eru svona hlutir, sko. Ég er ekki bitur sem gamall varnarmaður. Nei, herðu. En hér er allt að opnast, Alma. Dagbjörn er að komast niður fyrir hana. Og Lilja ákveður að setja þetta bara út af hérna. Þannig að nú varamaðurinn Henrietta við það komast í skotfæri. Kristjana fær hann aftur. Boltinn inn að teignum. Dagbjört og Karlótta hérna kljást eina fyrir enn. Frábærlega gert af Karlóttu hérna. Skemmtilegar hreyfingar í henni. Já, og mjög skemmtilegar hreyfingar. dæmt. Og Dagbjört Líf að ná sér í spjald. Réttilega þarna, hún reyndi á eftir henni þarna. En þetta er stórhættulegt. Og væri mjög sárt, held ég, fyrir okkur heimamenn. Já, en við erum með sterkt lið frá stjórnleikadröðum, þannig að það er bara að halda einbeitingu. Kemur boltinn inn á teiginn, hann er hár, Mattisson skallar frá, Athena Líf framlengir. Þar er Erna Björt. Nadia kemur utan á. Erna Björt með fína snúning, heldur boltanum við illan leik. Selma út á Nadiu. Nadia með Lilju með sér. Lilja fær hann, tekur snúninginn. Þetta er vel spilað. Erna Björt þar. Erna Björt lítur upp og sér möguleikana. Erla Karitas út í hægra megin. Komur nú boltanum inn í teig. Já, Erla Karitas fer með hann á vinstri. Setur hann inn á teiginn. Alexa er með boltan. Setur hann fyrir hann. Hendi dæmt á Alexa og þar með er flautað til leiksloka hér. 2-2 jafntefli hér í stórskemmtilegum leik, verður að segjast. En Skagalið hlýtur að vera svegt að missa niður 2 marka fórustu. Já, ekki spurning. Er það ekki? Jú, ekki spurning. Það hlýtur að svíða sérstaklega. Eins og talar fyrir leikin mikilvæg þess að ná í 3 stig. Bara upp á restina af tímabilinu. 1 stig gerir ekki mikið fyrir þessi lið. Þannig að þú sást alveg restina bæði lið voru að reyna eins og gátu til þess að sækja sigurinn.
en bara frábær leikur, skemmtilegu leikur, nóg að færum, nóg að aksjóni, nóg af bara skemmtilegum sóknarleik, þannig að bara Klárlega, við skulum rifja þetta upp, þetta byrja á 3. mínútu, Erna Björt Elíasdóttir eftir velútfærða aukaspyrnu sem Já. að beint af æfingasvæðinu. algjörlega og það var síðan Alexa Maletis sem að bætti við öðru marki á 37. mínútu eftir að hún fær boltan hér frá Ísabel, frábær snerting hérna frá Erni Björt. Þarna sér maður Erni Björt eins og hún er upp á sitt besta, segi ég. Og þarna lék allt í lindi og Skagaliðið var komið bara með vel góða yfirhönd, en mark rétt fyrir hálfleik. Það er oft talað um að það sé rosalega mikilvægur tímapunktur til að skora mark og það kom mark á 45. mínútu, en sjáu þið hér. Ég vil meina að þetta sé aukaspyrna. Já, og ég líka í raun og veru sérstaklega í ljósi þess að það voru 3-4 svona brot í leiknum sem voru dæmd á. Já, en það má ekki taka neitt að Ölmu Matthísen sem að klárar þetta virkilega vel. Þú fórst yfir það náttúrulega, varnarleikurinn var þannig, henni vel hleypt of nálægt. Já. En hún skorar síðan á 68. mínútu annað mark HK og jöfnunarmarkið með ekki síðra góðu skoti hér. Gerir þetta bara virkilega, þetta þröngt færi og algjörlega óverjandi út við stöng fjær. Já, við tökum ekki að því, þetta var frábærlega klára, bæði þessi mörk og gerði þetta vel að búa sér til þetta pláss. Já, en þetta þýðir það að HK er bara áfram í 4. sæti með 14 stig þá núna og IA er áfram í 7. sæti með 11 stig, þó kominn 4 stigum frá fallsæti, en Keflavík á þá leik til góða sem að situr þar. Og þannig að þetta mót, þessi deild er að spilast á einhvern undraverðan hátt. Já, þetta er bara, þú getur verið toppbaráttu og fallbaráttu á sama tíma. Já, nákvæmlega, og það er Grótta að slíta sig frá á toppnum, Tindastóll svolítið að slíta sig frá á botninum, ef maður má orða það þannig. En þar á milli er bara þvílíkur pakki. Þvílíkur pakki. Og verður spennandi að sjá. Þetta er martröð þjálfarans, en þetta er gaman fyrir hlutlausa. Já, akkurat, það er spurning hvað er næst hjá... Ég held FHL úti. Já, FHL úti helgina, það er bara svoleiðis. Unnum það er 1-0 í fyrirumferðinni. En já, bara Aron Ímir, ég þakka þér kærlega fyrir að gefa þér þetta föstudagskvöld með mér hérna. Bara, takk sem leiðis, þetta var frábær skemmtun. Já, bara virkilega frábært og við bara óskum öllum nær og fjær góðrar helgi og áfram Skaginn. Það er alltaf Káraleikur á sunnudaginn, ég ætla líka að minnast á það. Ekki spurning, og það er svipu staða. Kári KFA, já. Það er svipu staði, einhvern veginn svipu deild, menn þeir liðin er í fallbaráttu og toppbaráttu á sama tíma. Akkurat. Þannig að það er spennandi leikur. Ég get ekki lofað því að hann verði í beinni á IATV, en í versta falli, annars verður hann þá bara í beinni á live. En við þökkum kærlega fyrir okkur. Ég ætla fyrst að þakka Snorra Kristleifssyni fyrir undirbúning hér og vera á myndavélinni með okkur. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina, verðið sæl.